Keisaraskurður er þegar barn sem er að fara að fæðast er sótt með skurðaðgerð en fæðist ekki hefðbundna leið. Það eru til tvenns konar keisaraskurðir, það er að segja fyrirfram ákveðinn keisaraskurður, þá er einhverra hluta vegna talið heppilegra að sækja barnið með því að skera gat á, eða opna kviðinn og opna legið og draga barnið út og svo er sauma bara fyrir aftur. Í staðinn fyrir að hætta á hefðbundna fæðingu. Það getur verið margar ástæður fyrir því að það er ákveðið að fara í keisaraskurð. Legið getur verið fyrir leghálsinum, barnið getur verið orðið of stórt, það getur verið saga erfiðleika í fæðingu hjá móðurinni. Það er fullt af ástæðum. Síðan er til eitthvað sem heitir bráðakeisari og það er keisaraskurður sem er farið í ef að það er búið að reyna fæðingu en hún gengur ekki. Það er eitthvað farið að valda því að fólk vill ekki eða læknar meta það þannig að það sé ekki hægt að reyna við fæðingu lengur og þá er farið inn á skurðstofu og barnið er sótt. Það er áhættafuldi sem fylgir keisaraskurði, til dæmis sýkingarhætta, það er ákveðin hætta á blóðmissi fyrir móðurina því að legið getur sleppt því að skreppa saman. Það getur endað því að það þurfi hreinlega að fjarlægja legið. En yfirleitt gengur þetta nú bara alveg ágætlega. Þetta heitir keisaraskurður því að það er talið, eða sagan segir, að Júlíus Sesar hafi fyrst verið tekinn með keisaraskurði fyrir rúmum 2000 árum síðan. Hafi það verið gert er nær öruggt að móðir hans hefur dáið, því að þá voru þeir ekki með hennar leiðir til þess að loka svona sári án þess að það kæmist í það sýking. Fyrsta skrásetjaheimildin keisaraskurð er frá 1610, löngu síðar, samt fyrir nærri 400 árum síðan, en sú móðir, hún dó 25 dögum seinna. Við vitum alveg að fólk hefur sótt börn ef að móðir hefur dáið við fæðingu, að þá hafa börnin stundum verið sótt og það hefur verið gert mjög lengi, en það er ekki svona hálfgerður keisaraskurður, ekki alveg því að eins og við gerum þetta í dag þá viljum við náttúrulega bæði mamman og barnið lifi.